velkomin í Rauðan raunveruleika. Karl Hlíðin heiti ég, afsakið að við erum smá sein. Venjulega erum við 5:30 hérna á mánudögum, seinkaði aðeins núna. Í dag ætlum við að fjalla svolítið þá dystopisku tíma sem við erum að upplifa. Við erum að sjá hrikalega hluti gerast, stórfurðulega hluti að gerast, sögulega hluti að gerast, líklega, svona ákveðin vendipunktur. Með mér hér eru Sigurrós Eggertsdóttir, Anita da Silva, Halldór Ólafsson og Davíð Aron Radley. Velkomin, takk fyrir að koma. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk. Nú, ef við byrjum bara á einu. Davíð, þú skrifaðir inn á rauða þráðinn okkar hjá sósíalistum fyrir stuttu. Þar varstu svona velta fyrir þér hvort að fólk sé sko að óttast sósíalisma og félagshyggju meira en það óttast það að kapitalismi, að samfélagið haldi áfram eins og það er að fara núna. Óttast kapitalisman minna. Já, það bara, þú veist, það sem að ég held og ég er búin að sjá gerast með því að reyna að vera að fylgjast með, þú veist, fólki sem er hægra megin og fólki sem er vinstra megin, hlusta á viðtöl og svona, þú veist, það er að gagnrýnisröddin á, þú veist, vinstrið að, þú veist, við viljum ekki að þau fá peninga, við viljum ekki, þú veist, að þau, sem sagt, við viljum sem sagt að taka af þeim réttindinni þeirra, þú veist, nágrenni, þú veist, koma bara með fullt af einhverjum öryrkjum og þú veist, fólki sem þú veist, eiga minna til sín. Fjármagna eitthvað svona sem eiga bátt. Já, þú veist, og þá koma þau skilur í þeirra nágrenni. Já, þú veist, að við erum að, þú veist, búa bara til aumingja sem búa bara á, þú veist, einhverjum, þú veist, þetta er rauninni bara, það er búið að henda út einhverjum orðum sem er til dæmis aumingjavæðing á vinstrið og þá þú veist, ok, ég vil ekki vera aumingi, ég er Íslendingur, sko. Þú veist, þannig að, þú veist, þannig ég ætla að halda áfram að, þú veist, og frjáls markaðar, já, maður, það er bara... Þið verður alltaf að vera í finnvinum. Já, þú veist, akkurat. Það er þessi skrýmslavæðing á sósíalisma og svo hálfgerð svona, hvað maður að segja, einhver svona aumingjavæðing eða verið að reyna að láta í ljós skína sósíalistar standi fyrir einhverju leti og aumingjaskap og fá allt í hendurnar og eitthvað svona rugl. Já, í rauninni, sko. Þannig að, þú veist, það er í rauninni svolítið að passa upp á þeirra svona, þú veist, við erum ekki að gera, við ætlum ekki að, þú veist, taka að því neitt, skilur, við viljum bara að þegar þú fer í vinnuna, að þú líði vel, skilur, við viljum ekki að þú ert að selja heilsuna þína, selja, þú veist, félagskapin eða selja allt saman til þess að fjölskyldulífið til þess að fara að vinna og vera relevant á okkurum hræðilegu markaði, þú veist, á einhverjum opnum markaði sem er bara, þú veist, alltaf í einhverju splúndri, þú veist, alltaf í einhverju samkeppni, skilur þú veist. Sem er líka bara alveg sama þig. Já, í rauninni. Alveg sama til skipt og svona. Já. Og það er kannski munur á milli fyrirtækja en svona kerfislægt, þá byggir kerfið á því að arðræna vinnuafl og að fá ódýrar auðlindir og þess áttar og það er nú oft sagt kannski á íslenska hægrinu að vinstrið ekki vera sko vasast í annara manna peningum. Hver gerir það mest? Já, hver gerir það mest? Það eru kapitalistarnir. Skattafsláttar, það þú ert ekki að, þú veist ekki að snerta annarra manna peninga, þú veist, að ég gefa skattafslátt og bjóða, þú veist, útgerðinni, þú veist, auðlindir bara á góðum prís, skilurðu, bara einmitt, já. En það er ekki annarra manna peningur. Nei. Og það allt saman styrkirnir aðgangurinn að auðlindunum og svona það er fyrir utan bara, þú veist, kerfislega þáttinn sem er í því að þú veist, kapitalismi og kapitalistar byggja hagnað sinn á því að arðræna vinnuafl verkafólks og félagshyggja og sósíalismi snýst að þetta verkafólk, almenningur, fá að njóta góðs af því sem það er að mitt vinna fyrir sjálft. Þannig að þetta er bara mjög öfugt með farið og mikil hræðslu áróður í kringum allt. En kapitalismin er kannski eitthvað sem við ættum að óttast meira. Miklu meira. En ég held að þetta sé the end of times, end stage kapitalismi núna. Já, ég vil meina það, sko. Já. Það lítur út fyrir það. Já. Þú veist að við horfum bara á, til Bandaríkjanna. Til Bandaríkjanna og þú veist, í rauninni í endan af Sovétríkjunum, skilur, sem var í rauninni ekki kommunismi, af því að þú veist, ef það hefði verið kommunismi þá hefðu öll þjáðst á sama leveli, skilur, en það var bara eitthvað ákveðin prósent af fólki sem var bara átt ekki neitt og svo var eitthvað, þú veist, ákveðin prósent sem áttu bara allt, skilur, og voru bara í loðpeldum og í upphittum húsum. Það er kapitalismi. Já, og það er ríkisrekin kapitalismi. Það mátti enginn eiga neitt, skilur, það mátti enginn hagnast á neinu af því að ríki átti að hagnast öllu. Þannig að þú veist, það sama í rauninni gerist 1929 og þú veist, í sama gerist í rauninni, þú veist, í Venezuela að þú veist að fólk var að byrja að harka sko pastabökkum, skilurðu, fólk var að byrja að kaupa pasta á svörtu markaði en það er alltaf eitthvað ákveð fólk sem er ekki að þjást, skilurðu.
Af því að þegar að, þú veist, við þjáðumst, þú veist, erum í einhverjum vandamálum, skilur við, þá það, þú veist, þá kemur það yfirleitt niður á flestum í landinu, skilur við. Ekki þeirra sem eiga nóg og þeir hagnast síðan á því, þú veist, í rauninni það sem var að gerast, skilur við. Af því þeir muni framhalda, þú veist, sínum, þú veist, heimilum, assets, skilur við, að meðan allt hitt fólkið, þú veist, tapar þeim, skilur við, eða bara kemst ekki inn á þann markað, skilur við, af því það bara... Það eitt vanandi Sovétríkin sem ég vil taka fram að, þú veist, þar, já, sérstaklega á seinni áratugum var það svona meiri spilling og viss hnignun og þú veist, upplifun fólks margt var að hlutinni væru ekki að fungera og þyrfti að fara að breytast en kerfið svona mjög, þú veist, að halda upp í einhverju svona fasad eða ímynd þess að hlutir væri í gangi en það eitt mikilvægt að, þú veist, munurinn á milli þeirra sem áttu mest og þeirra sem áttu minnst varð aldrei meiri en 5-faldur. Á meðan í Bandaríkjunum þá ertu með, þú veist, 10.000-faldan mun á þeim sem á mest og þeim sem á minnst en sannarlega í seinni tíð Sovétríkjanna, þú veist, samfélagið einhvern veginn að svona endastöð komið en fólk vildi umbreytingar, það vildi ekki fullan kapítalisma aftur og ólígarkana til að koma inn og stúta öllu en talandi endastöð kapítalismans, nú hérna erum við mynd af honum Donald Trump þar sem hann að kynna þessa tolla bara á allan liðlangan heiminn. Guð, ég er svo margt að segja þessa tolla, sko. Það margt að segja hérna og þetta virðist nú ekki verið að virka vel hjá kallinum, sko. Hann dregur svolítið í land. Já, hann er að bakka pínu, sérstaklega með Kína. Já, mér finnst þetta mjög svona einkennandi, sko, við, þú veist, Trump 1, þetta var svona move sem hann púllaði svolítið oft. Ég tók eftir í, þú veist, fréttaflutningum. Það að, þú veist, kynna þessar svona stóru breytingar og svo finnur hann að, þessar stóru breytingar eru ógeðslega vond hugmynd og bara, þú veist, stokkmarkið niður, bara allar línur rauðar og þá einmitt bakkar, þú veist, mér finnst það mjög mynd einkennandi svona fyrir, þú veist, hans valdatíð. Þetta er eins og verið í póker og vera með, sko, twist og 7 og svo bara all in og svo floppar þetta allt, skilur, og það hinn mannskinn er frá all in og þú ert bara með twist og 7 og þú er eitthvað ég er bakkur, ég ætla ekki all in, skilur, samt búin að frá all in. Og reyndar er ég með fullt hús. Það er svona, þú veist. Svo kemur í ljós að Kínverjarnir eru með bara miklu sterkari hendi en hann hafði gert ráð fyrir og raunin er í raun, sko, þú veist, Bandaríkin eru meira háð Kína en Kína Bandaríkjanum. Miklu meira, það er svo, ég ætlaði að mynda að fara út í það. Eru þið búin að sjá á TikTok þetta, núna er allt for you page mitt, bara Kína að segja bara, vissu þið að Louis Vuitton og Gucci, þetta er framleitt hérna og kostar $10 að framleiða þetta en þú ert að kaupa þetta á 28.000 og ég skal sýna ykkur hvernig þið getið keypt þetta á $10. Þetta er bara, þú veist, og hvað, J.D. Vance talaði að þið væri að fá lána hann pening frá Chinese peasants til að kaupa kínverska vörur til að fá innfluttar heim. Það meikir ekki sens. Og það var eitthvað gaur sem var bara, ok, viltu sjá hvernig we peasants búum? Það er bara, eftir einhver örfá ár, þá á ég þessa íbúð hérna, verandi on minimum wage. Og þetta bara, sko, Bandaríkin er að spila eitthvað spil með spilum sem að Kína bjó til. Þeir þurfa alls ekkert á þeim að halda, sko, ekki neitt. En það var viðtal við hann, ég man ekki alveg hvað hann heitir. Og það sem hann var verið að spyrja, þú veist, hefur ekki áhyggjur á þessu? Og hann var bara, nei. Ef við þurfum að berjast bara til því end, þá skiptir okkur engu máli. Þið þurfið okkur. Allt er made in China. Allt. Þeir bakka ekkert, þeir eru meðvituð þetta. Þeir eru way ahead í öllu sem þeir gera. Þeir eru 4 sinnum fleiri heldur en Bandaríkin. En það leggja þau peningur þeirra fyrir ekki allur í hernað, eins og Bandaríkin og innveita einhver lönd. Það fyrir í menntun, hafið þið séð hvernig leikskólarnir eru. Magnað, það er amazing hvað þeim er kennt strax bara frá barnsaldri. Þannig að þú veist, allt sem okkur var kennt þessu lönd, Miðausturlöndin, Kína, þetta var allt bara einhver áráður frá Bandaríkjunum og Bandaríkin, ég held að Donald sé núna fattar bara úps, kannski þurfum við ykkur. Nú þurfum við að fara framleiða allt þetta drasl. Einstemmið, þú veist, í gegnum einhvern veginn, þú veist, síðustu 50 ár, eða meira jafnvel af bandarískri þróun er að, þú veist, útflytja þetta allt, bara láta allt, þú veist, það er ekkert framleiðsla hagkerfi í Bandaríkjunum lengur, það er búið að senda þetta allt eitthvað annað og svo setja tolla, þú veist, þetta er svo mikið einhvern veginn, þetta er svo eðlileg afleiðing í raun, þú veist, þessi hnignun sem er í gangi þarna, þessi efnahagslega hnignun er svo eðlileg afleiðing bara stefnur á síðustu
70 ár, eða eitthvað svoleiðis. Svo hefur hann, þú veist, the audacity, hvað maður að segja, hann, þú veist, bara galið hvernig hann heldur því fram, sko, að, þú veist, heimurinn búinn að vera að svína á Bandaríkjunum. Það verður engin svína á neinum jafn mikið og Bandaríkin hefur svína á heiminum. Já. Þetta bara svona klassískt, þú veist, gaslýsingar rugl frá, þú veist, eða maður horfir á Trump sem bara, þú veist, talsmann Bandaríkjanna sem hann núna, þá þetta bara mega gaslýsing, skilur að þið eru öll að svína á okkur, sko, þegar bandarísk fyrirtæki eru, þú veist, að stórkostlega arðræna auðlindum og vinnuafli fólks bara allan heim, sko, og tryggja það alveg örugglega með hervaldi ef þarf, sko. Skelfing að horfa upp á þetta. En hvernig, þú veist, nú sá ég mím og verið með aðra mynd hérna sem já, mér fannst nú lýsandi, þetta svona AI mynd, sumir vilja boykotta slíkt en ég nú ekki alveg þar, en þarna makaliðið, svona maka sheeple sem bara fellur núna af brúninni og það svolítið þannig og það var nú annað mím sem ég sá sem langar að segja frá að yes, þú veist, Trump destroyed my woke retirement savings. Já. En þetta þú veist, kannski ummerki kapitalisma í krísu að, þú veist, mjög mikið, og nú vil maður þessi sumir sem studdi Trump kannski, þú veist, og mikið til eru verka fólk sem hafa verið algjörlega skilin eftir af, þú veist, demókrötunum og klassísku vinstri stjórnmálunum í Bandaríkjunum sem, þú veist, að kalla það vinstri bara eiginlega hlægilegt, sko. Já. En, þú veist, það búið að vera að svíkja þau linnulaust, Bill Clinton, skilur, þarna segist alltaf stoppa þessar fríverslunarsamningar sem að færa störf til Mexíkó og víðar, þú veist, svo svíkur hann það bara og svo kemur Obama og hann lofa breytingum, þú veist, yes we can, gerir svo ekkert, fattar og svo þeim boðið upp á, þú veist, í staðinn fyrir að þessi 2016 Bernie Sanders og Donald Trump sem þú getur kosið á milli, þá getur þú kosið á milli Clinton og Trump, þú veist, og margir kannski eru bara gett brjálæðir og vilja bara setja inn eitthvað svona mótmælaatkvæði, svo farið Kamala og svo farið Trump. Fyrsta sinn meinar þú sem að hann býði sig fyrst fram og þá var Bernie Sanders alveg vinsælasti kandídat demókrataflokksins en svona flokkseigenda félagið sem náttúrulega stendur bara fyrir peningana, stóru peningana í Bandaríkjunum, stoppaði bara Bernie frá því að fá tilnefninguna og settu Clinton í staðinn. Hann fór á Coachella, sáu þið það? Já, geðveikt. Ég vil segja það var ógeðslega magnað. Með lopavellingana, með íslensku lopavellingana. Reyndar ekki. Nei, reyndar ekki. En ef hann þarf að mæta á Coachella, hann er ógeðslega góður í að vita hvað allt unga fólki er. Hann fer bara, hann er bara farið og have a blast, sko. En það er alveg mjög hættulegt að hann þurfti að fara á Coachella til að vera bara vakniði, lífskrakkar. Nei, ég heyrði hérna eftir, ég heyrði svo gott kvót sko eftir með 2016 sem var sko hérna Donald Trump vann ekki, Hillary tapaði sem ég finnst einhvern veginn svo útskýra rosalega mikið þessi, þú veist, af hverju the MAGA sheeple eru, þú veist, þarna skilur þau. Einmitt. Hann kann að tala til fólks. Nefnilega. Trump. Hann kann að gera það. Hann er alltaf businessmaður. Ekki svo, hann má deila hvað svo góður, en hann er góður í kjaftinum. Þetta er bara eins og... Hann er gutt svona snake salesman. Já, Bjarni Ben, opbáslega góður í kjaftinum. Hann er rosa góður hann Trump, svona kerfisfræðingur, eins og, þú veist, hægrið vill meina að það séu bótasvindlarar í breiðholtinu sem eru bara að setja ríkissjóð á hliðina einhvern veginn, þú veist, og kalla þau kerfisfræðinga, en Trump er kerfisfræðingurinn, þú veist, hann kann að einhvern veginn setja allt í þrótt en samt koma út on top, þú veist, hann græðir samt einhvern veginn stórkostlega hann, þú veist, aðrir eru auðvitað skildnir eftir í rústum einum, sko. Það var að koma bara út, þú veist, með þetta með bótadæmi, sko, þá kemur í ljós að það er bara eitthvað tiny prósent af fólki sem er bara að lifa á bótum. Sem er bara, þú veist, 0,5% eða eitthvað, já, þú veist, þetta er bara undir því, þú veist, þetta er bara ógeðslega lítið sem er bara, nenni ekki að vinna, bara reykja síkó eða whatever, skilur, og bara, þú veist, nenni ekki að taka þátt í því sem verkalýðshreyfingin er að gera, whatever, nenni ekki að koma mér út á markað, skilur. Það er líka ótrúlega erfitt samt að komast, ef maður er veikur, að komast á örorku, sko. Þetta er, já. Mannfjandsamlegt apparat orðið. Búið að vera lengi en versnar nú bara. Já, það er að breyta kerfinu núna fyrsta. Í hvað? Starfsgetumatið? Já. Það er skrýmynd. Sem er held ég bara leið til að koma fólki af örorku. Já. Já, það lítur betur út á blaði, sko. Miklu betur út á blaði, sko. Það snýst ekkert að hjálpa fólkinu, það snýst bara að lítur betur út í Excel-skjælinu. Já, ég held að margir Línan þarf að fara upp, sko. Já, einmitt.
Réttalínan. Réttalínan, já. Við erum ekki að græða á nóg á þessum öryrkjum, sko. Við erum eins og hvernig bara til dæmis skólakerfið háttað, sem iðnbyltingar kapitalískt skólakerfi, að þú ert rosalega mikið, til dæmis þú ert að fara að vinna, þú veist, með fólki eða whatever, félagsráðgjafi eða eitthvað svoleiðis, að þú ert rosalega mikið bara að gera verkefni og próf og þú ert að skrifa gífurlega mikið. Og þú veist, þú ert í rauninni svona að framsala mannlega partinu, skilurðu, sálfræðingar gera þetta mjög mikið. Mjög mikið. Og þú veist, það mjög erfitt að finna bara góðan sérfræðing í alls konar svona andlegum pörtum, af því það vantar ákveðið bara svona, þú veist, svona tilfinningalæsi og bara svona samkennd sem að það þarf í raun að hafa þegar þú ætlar að hjálpa manneskju. Jafnvel upplifun. Ég persónulega í áfallameðferð og það tók mig rosalega langan tíma að finna sálfræðing sem var ekki bara svona svo róbot og spyrja mig bara svona róbotískar spurningar. Heldur bara, þú veist, ég sé að hún hefur sjálf upplifað ýmislegt, skilurðu, og hún getur tengt við mig á einhverju svona mennsku leveli, þetta er ekki bara svona textabókar dæmi, hún ekki bara að fara eftir einhverju handriti. Nei. Það mjög erfitt að finna svoleiðis fagfólk, og líka bara og lækna. Og lækna, þegar þú ferð á læknastofuna, að þá held ég að sé bara eitthvað svona skali sem að þú veist, ok, þú ert ekki dauður hérna hjá mér. Þú ert ekki að fá hjartaáfallin hjá mér. Þá ekki að fara að senda þig í ákveðin próf, af því að það að fara að kosta mikið. Þú þarft að grátbiðja það, sko. Já, þú þarft að grátbiðja það, skilur. Ok, þannig að það rauninni fjársvelt, skilur, af því að ég tel að það sé verið að gera það svo að það sé þetta einkavæða meira, skilur. 100%. Og það meikar alveg sens, þú veist, með við að þú veist hvernig markaðurinn virkar, að vera að selja okkur rosalega mikið af bara hlutum sem eru kannski ekkert rosalega góð fyrir okkur, skilur, og það að taka hátt upp í 40–50% af öllum fæðubótarefnum og snyrtivörum og bara það gerir ekkert gagn. Ekki neitt. Það gerir ekki gagn, það bara upp á hillu til þess að vera keypt, til þess að gera ekkert gagn. Það bara það ekki að gera það. Og þú veist, allir þessi skyndibiti sem hérna, þú veist, það verið að, þú veist, ok, vöntun á skyndibita að kannski að, þú veist, við erum, ég veit ekki, þú veist. Þurfum við meiri skyndibita? Nei, þurfum við ekki kannski meiri, þú veist, ég veit ekki, eins og Magnús Scheving gerði með Latabæpeningin. Hann bara, þú veist, þarna í kringum 2000. Hann sniður. Já, hann var bara, herru, ég kom hérna með geggjahugmynd, ég með Latabæpening og og þú veist, fólk getur, ef börn geta þá, þú veist, fengið, held ég hvað, Latabæpening, borga með Latabæpening. Alveg rétt. Ávexti, skilur. Alveg rétt. Ok, þú veist, að búa til eitthvað dæmi í kringu það og það bara, nei, við ætlum ekki að gera það, en við ætlum að fara hérna ölgerðamegin og við ætlum að setja sjálfsala inn í öll íþróttarýmin. Þannig að börn geta keypt sér Pepsi og Doritos. Já. Ok. Já, gerum það frekar. Já, þú veist, þetta svona, og þú veist, MS með, þú veist, sína, skiluru, fáðu þér skólajógurt með lakkrísbragði, þú veist, og taktu það með alla daga í skólan, eitthvað, þú veist, 5 lítra dót, eitthvað, þú veist, með fullt af sykri, skiluru. Þetta leiðin sem við viljum fara. Og við erum að sjá það í heilsufars, skiluru, heilsufari fólks á Íslandi. Þú veist, það bara, þú veist, þetta tengt efnahagurinn. Þetta bara beinfylgi, skilur, þú veist, auðvitað eitthvað svona einstaklings ábyrgð, skilur, en það bara að vera hendinni allri á einstaklingin og það rauninni það sem kemur frá hægrinu og það einhvern veginn svona auðmýkjavæðing. Skilur, ef það verið að tala að þú veist að mögulega getur efnahagskerfið verið áhrifaþáttur í því að fólk að veikjast alltaf illt í maganum, miklu yngra heldur en að nokkuð tímann hefur verið. Miklu fleiri að fá krabbamein og hjarta- og æðasjúkdómar, sjálfsvíg, skilurðu, þetta tengist allt saman efnahagnum. Og þú veist, þetta það sem ég myndi telja að sósíalismi að gera, bara að koma auga á það. Bara, hei, hlustið á okkur, þetta það sem að gerast, það verið að fokka í grunnstofum fólks, verulega, það hefur verið að fara, þú veist, það hefur verið að fokka í öryggi fólks, sem sagt, og þú veist, og bara, þú veist, það erfitt að fá, já, þú veist, og skólakerfið ekki að komast á móts við það með alls konar næringafræðikennslu, skilur, eða, þú veist. Við lærum línudans, eða á flautu eða eitthvað. Já, þú veist, það svo mikið að breyta þar, skilur. Lærum við þá dönsku.
Ja, akkurat. Snækkedansk. Ja, jeg kan meget godt lide at snakke dansk. Løse 75. Ja, men vi skal ikke kende det í skóla. Okkur ekki kennt að skila skattaframtalið almennilega. Lesa launaseðlana. Já, lesa launaseðla, eitthvað svona verkalýðstengt. Hugleiðslu, til dæmis róa taugakerfið. Andlega hluti, heimspeki sem geti hjálpa manni og dót, sko. Gagnrýna hugsun. Það er að því að skólakerfi náttúrulega upprunalega byggt til þess að búa til starfsmenn. Obedient workers. Á prússneskri fyrirmynd, fjármagnað Rockefeller Foundation sem hefur fjármagnað í margt og gert margt slæmt í menningu og menntun og fleiri sviðum sem bara fólk almennt veit ekki af, en þú veist þessi stóru kapitalistar oft mynda eitthvað svona sjóði í þeirra tilviki Rockefeller Foundation og svo eru þeirra fjármagnað ýmis verkefni sem þú veist þeim hugnast og slíkt sko og bara þú veist það er ansi víðtækt hverju þeir skipta sér af og hvað þeir fara að gera og kemur mann á óvart þegar maður verður að skoða þetta en þú veist, þessir dystópísku tímar sem við erum að horfa upp á og lifa og við sjáum ýmis vandamál vera að rannast upp, hvernig endar þetta ef að hlutinir halda bara áfram ef það er rétt eins og Margaret Thatcher sagði að það er engin alternative og þetta mun bara halda svona áfram hvert eru að fara? Bylting. Það er eina sem við getum gert. Já. Það er bókstaflega eina sem við getum gert. Við verðum að fara öll að standa saman. Það er lausn. Ég voru vonast til þess að þið myndu lýsa smá hryllingsmynd áður en við Ég held sko að því að þú veist það sem kapitalist, ef þú ert með fyrirtæki í kapitalisma þá til að viðhalda fyrirtækinu, með stór fyrirtæki sérstaklega er að þú veist til að halda hluthöfunum ánægðum þá þarftu endalausan vöxt og þú veist endalausur vöxtur bara þú veist by that logic einhvern veginn gefið til kynna að þú átt pening sem aðrir eiga ekki. Þannig ég held einhvern veginn, þú veist, eðlilega að bara valda í ójafnvægi í kapitalisma verður alltaf, þú veist, meira og meira ekstrím og þarf alltaf að fara hraðar og hraðar og, þú veist, ég held að, þú veist, áður en þessi bylting. Já, takk, takk. Kann ekki á mækinn. Og ég held, þú veist, áður en þessi bylting þarf að koma þarf einhvers konar, þú veist, moment þar sem að fólk er til í þessar breytingar. Að svelta þessi kerfið þá? Hvað segirðu? Að svelta þá, til dæmis þessi stór fyrirtæki, er þetta að meina bara eins og við myndum bara hætta Nei, fyrir fólk er það ekki að einhvern veginn ranka við sér. Fyrir almenning að ranka við sér og vera til í sósíalísku breytingana. Ég meina boykottið fyrir Palestínu til dæmis, það sko Starbucks bara er desperate sko. Og þú veist, ég held að það þú veist, svona dæmi sýnir að þú veist, það er actually fólki sem hefur valdið. Við höfum allt valdið. Við höfum allt valdið, þetta eru, þú veist, við höfum the numbers. Það er bara búið að telja okkur trúum að við höfum ekki valdið. Nefnilega, og ég held að þú veist, það verður að vera alltaf þannig að fleiri og fleiri er að koma og átta sig á þessu. Og ég held einhvern veginn, þú veist, maður sá þetta í hruninu 2008, það var svona stórt moment, það sem að fullt af fólki einhvern veginn, bara eitthvað, já, þetta er við erum að eyða langt umfram. Þetta er ekki sjálfbært og þú veist, það varð síðan að einhverju öðru en ég held, þú veist, næsta svona moment sé momentið. Já. Ég held það allavega. Ég vona að komi bráðum. Vona að komi bara any day now, sko. Já, please. Sammála. Þetta er náttúrulega, þú veist, eðli kapitalisma eins og bara með Trump núna að ég veit ekki hvort þið sáu myndbandið að því, þú veist, að því að þegar hann tilkynnti tollana þá verður alveg risavaxið hrun á fjármálamörkuðunum. Þetta var skelfilegt hrun. Svo þegar hann tilkynnir að hann ætlar að fresta mörgum tollanum og lækka þennan og lækka hinn, sko, að þá verður alveg rosalegur viðsnúningur á mörkuðunum, bara mesti viðsnúningur í langan tíma. Og hann var þarna í the Oval Office, Trump, þarna eftir að viðsnúningurinn var búinn að eiga sér stað og var svona að klappa á eitthvað billjarmæring. Þú græddir hérna $1.2 billion hérna bara á síðasta degi, not bad. Og maður velti fyrir sér, þú veist, er hann í alvörunni bara að hringi í gæjana? Já, núna er því S&P 500 að fara, þú veist, rjúka upp, skilur, þú skalt núna kaupa. 100%. Já, ég sá nú hann setti hérna, hann tweetaði eitthvað, nú man ég ekki nákvæmlega hvað hann sagði, eitthvað núna er tíminn og svo eitthvað 3 staði fyrir aftan, ég man ekki hvað hann var að tala en það var bara insider trading og það var bara, hann var bara svona blow the whistle, skiljur, núna skulið þið kaupa af því að ég veit hluti og bara 2 tímum setna þá bara
og þetta náttúrulega bara allir þingmenn Bandaríkjanna virðist vera sko bara hver og einn einasti tekur þátt í svona innherjar viðskiptum og þetta hefur, þú veist, fyrir nokkrum árum byrjaði þetta að verða svona augljóst og koma upp á yfirborðið og þú veist, Nancy Pelosi sem svona þarna mjög háttsettur demokrati, hún sagði bara að vera á vinstrinu sko, hún segir, þú veist, it's a free market, skilur, við lifum í kapitalisma, hvað er þetta eiginlega að væla sko, þú veist, en þetta eru þarna innherjar viðskipti væri ólöglegt í langflestum löndum heims, en varðandi kapitalisma og með þetta einmitt sem Trump að gera, að hann líklega að fara bara að skella Bandaríkjunum í bara, þú veist, rosalega niðursveiflu allavega. Þetta mun ekki enda vel fyrir, þú veist, bandarískan almenning, þetta mun ekki enda vel eins og fyrir bandaríska heimsveldið, ef maður hugsar þannig og ekki endilega Ísrael heldur. En, þú veist, hann að græða og einhverjir í kringum hann að græða, þú veist, og þeir eru alveg ánægðir, sko. Þeim alveg sama, skilur. Þeir eru ekkert að hugsa þetta eitthvað lengra endilega en að vera að græða helling sem í raun, þú veist, það sem kapitalismi er að þú bara lætur stjórn samfélagsins snúast það að þú ert með einhverja hópa af kapitalistum sem eru bara að reyna að hagnast og markaðurinn, þú veist, af þessum stóru kapitalistum sem að gera hitt og þetta og skipuleggja efnahaginn bara út frá, þú veist, þeirra eigin hagsmunum, þú veist, en með sósíalisma og með því að átta okkur á eðli kapitalismans þá förum við kannski að skilja það að það verður að grípa inn í að það ekki hægt að láta bara einhverja auðkýfinga stjórna og skipuleggja allt efnahagskerfið og það líka ekki hægt að láta markaðslögmál, þú veist, eins og matvæli fyrir ungt fólk, þú veist, ef þú býða þeim Pizza Hut og svo með, þú veist, heilbrigðan fiskirétt svona ísu eða eitthvað við hliðina, að það ansi erfitt að velja ekki Pizza Hut þegar þú ert alltaf í kringum Pizza Hut. Og miklu ódýrara líka. Já. Það er svona óheilbrigt fyrir samfélagið að fá ekki kunnáttuna einhvers staðar eins og til dæmis í skóla og svo þurfa að passa sig á markanum. Að ekki kaupa þetta, þú veist, þetta fer illa með tennurnar þínar. Af hverju? Það fer illa með magana þér, fer útbrot af þessu, skilur þú veist. Þetta er ekkert rosalega, þú veist, þetta er ekkert rosalega heilbrigt, þú getur ekki, þú veist, hvert eru að stefna? Hvers konar samfélag viljum við vera í sem að í rauninni hagnast á því að vera með veikt fólk. Þú veist, eins og það að reyna að einkavæða velferðarkerfið. Þú veist, ok, einkavæða börn með hegðunarvanda. Já, geðveik hugmynd. Já, þá förum við bara og þú veist, við þurfum fleiri börn með hegðunarvanda, við þurfum að búa til dæla út ADHD-greiningum og dæla lyfjum í þau. Þetta stefna. Og þú veist, við viljum einkavæða heilbrigðiskerfið. Þú veist, ekki við. Nei. Við síst af öllum. Þú veist, ok, horfum fram á, þú veist, í 20 ár fram í tíman. Ef það gerist að heilbrigðiskerfi einkavætt, að þá ertu með ákveð, þú veist, formað heilbrigðiskerfi sem bæði fyrirbyggjandi fyrir fólk sem á pening og fólk sem á ekki pening getur ekki borgað, mun vinna vit heilsuna sína, mun vinna, þú veist, fá í rauninni, þú veist, viðeigandi, bara próf að því að kosta svo mikið pening og þú eigi pening til að halda heilbrigðiskerfinu sínu uppi þá dælist allt í þetta og þá verður að fokka í grunnstoðum þessa fólks þá stígur það upp og reitt og með hægrið þú ert ekki að vera með svona mjög auðmikið við bjóðum upp á vinnur skilur við erum með vinnur það er bara vinnumálastofnun eða eitthvað já þú veist það þarf að halda þessu uppi og lýðræði skilur við veist, á að vera fólki í landinu að vera samfélagi skilur það er bókstafleg bara definition af lýðræði. Já, þú veist, við viljum að fólk fái öruggt skjól, skilur, það er bara, þú veist, það er bara samfélag, skilur. Og það er ekki mikið til að biðja sko. Það er ekki mikið til þess að biðja skilur, það er, og við erum að súpa seyðið af því þegar það var verið að einkavæða auðlindir, skilur, orkuna og og fiskinn. Fiskinn. Það bara, og þú veist, fiskinn maður, þú veist. Hvað við getum verið moldrík. Ótrúlegt magna peninga kemur úr þessu. Noregur til dæmis er held ég með 40%, hátt við 41% af skatt sem fer á útgerðarfyrirtækinu í Noregi. Það er bara, þú veist, við þurfum bara að fá hana pening, skilur, við þurfum að halda upp í velferðarkerfi, skilur. Já, sko, það er 80-20%, 80 fer til ríkisins, 20 fer í útgerðirnar. Það er cirka auðvitað hjá okkur. Það er auðvitað hjá okkur, þetta sem er 90-10 hér. Já, og svo ertu með olíun í Noregi. Skilur við, og það er bara, þú veist, það er bara, þú veist, við erum ekki frá fokkið í, skilur við, en það eru alltaf margir sem vilja gera einhverjur exit gæjar, skilur við, við erum bara að finna leiðir með, skilur við. Nýsköp. Það eru þannig gæjar út allan heim, skilur við,
En við horfum alltaf til Bandaríkjanna. Ég held að það sé vandamáli. Við erum alltaf að horfa, við erum eitthvað svona lítilega Ameríka. Ég veit ekki alveg af hverju við horfum ekki meira til Norðurlandana. Við eigum miklu meira sameiginlegt með þeim. Okkar vandamál eru miklu líkari þeirra vandamálum heldur en eða þau eru náttúrulega okkar vandamál eru reyndar að verða bara svolítið eins og bandarísk vandamál. Í Bandaríkjunum einmitt að þú veist út með þar stórar undirstéttir og undirstétt blökkumanna þar og þar mikil fátækt og mikli glæpir líka sem komu upp, þú veist, og í stað þess að fara í það að styrkja skólana og búa til eitthvað skonar að hleypa upp á atvinnutækifæri og annað, að þá, þú veist, allt kappsett á það að sko einkavæða fangelsin og fara síðan í stríð við fíkniefni, við vitum af hverju þau einkavæða fangelsi. Og svo skóplaðir fólkinu inn í fangelsin og gefa þeim risavaxna dóma, það voru risavaxni dómar fyrst sinn, sko, og fyrirtækin eru að arðræna þessa fanga. Þannig að þú veist, lógík kapitalismans þar er að þú veist, í staðinn fyrir það að þurfa að skattleggja þeim ríku eða félagsvæða eitthvað á meiri hátt, að þá ætlar að græða á þessu samfélagslega vandamáli með því að bara henda þeim inn í fangelsi og láta það vinna fyrir stórfyrirtækin. Þetta er svona ultimate nýfrjálshyggin kapitalísk lausn á einhverju samfélagsvandamáli sem þeir ná þá að snúa sér í hag, sko, þó að allt samfélagið þetta græði ekkert á því og það bara gerir hræðilega hluti. Hámarka líka bara þjáningu. Þú veist, það er bara einhvern veginn, hvernig er svo létt þetta að lesa alla þessar nýfrjálshyggju, bara þetta hámarkar hagnað eigenda, hámarkar líka þjáningu allra sem eru undir því í leiðinni, sko. Hann er alltaf með þetta. Já, það er sko, samfélagslega þá er þetta mjög stórhættulegt. Stórhættulegt? Þú veist að því að þarna ertu í rauninni með alltaf fleira og fleira fólk sem að, þú veist, hefur ekki grunnstoðir, er ekki með, þú veist, félagslega og efnahagslega sterka foreldrar skilju, sem eru kannski, þú veist, segi til dæmis bara það, að þú ert með, þú veist, 2 6 ára stelpur. Önnur stelpan elst upp bara í mjög fínu raðhúsi, einhvers staðar, og er með báðforeldrana og þau eru bara, þú veist, það er bara allt að klika, skilju. Og svo ertu með aðra stelpu sem er býr bara í blokkaríbúð, einhvers staðar í, kannski segjum bara Breiðholti, því það er hot topic right now, þú veist, og mamman er kannski bara mjög þunglind, pappin er ekki til staðar og svo sko, og svo ertu með þessa stelpu, hormónakerfið hennar er ekki að fara að vera, þú veist, í jafnvægi, kortisólið er ekki að vera í jafnvægi því hún er stanslaust undir streitu, skilju. Ég er þetta barnið mitt og ég veit ég fekk ekki sömu tækifæri og aðrir. Nei, og þú veist, og það er ekki þér að kenna. Nei. Og það er heldur ekki þeim að þakka og að því við búum í samfélagi og við viljum stefna eitthvað, að þá þurfum við bara, það er bara samfélagslega, þú veist, það ætti að vera lögmál, skilju, að ef við ætlum að græða eitthvað, að þá verður allt landið að græða því og við þurfum að passa það að fólk hefur grunnstoðir. Það ætti bara að vera algjörlega þannig, skilju. Svona lágmarksatriði. Lágmarksatriði. Við erum svolítið klikkað að við séum að berjast fyrir einhvern grunnstoðum, sko. Í svona ríkum landi, svona ríkum heim. Já. Þú veist, eins og, þú veist, Snorri Másson var að segja á Alþingi með bækurnar og allt í hennu fór hann að, þú veist, hann fór að hugsa meira út í það sem hann var að segja. Allt í hennu var hann bara eitthvað aðeins hann er alltaf mannlegur, skilju, en ég skil hvað meinar. Fór eitthvað svona vaknin innan, ég verið þá byrja að þykjast það væntu bókina og þá eitthvað svona, þetta var svona eins og The Grinch, skilur við, ég er ekki að líka við The Grinch, skilur við, en allt í hennu byrjaði hjarta að stækka og stækka, skilur við, en þá fór hann að segja, ok, við getum varið eins og 350 milljónum í eitthvað annað, en ef að börn, segjum það, ok, hann er með sér þessa bókaskúfu eða whatever sér alls konar bækur, velur hennar bók og fær hennar frítt, byrjar að þykja vænt með hana. Gætu við búið til svona kerfi innan skólans þar sem að börn fá að ráða nokkurn veginn hvaða bækur þau vilja lesa, styðja því og gefa þeim bækurnar og bara, hei, þetta er þitt, af því að mér, þú veist, mér þykir vænt þig. Ég vil að þú verður góð partur af, þú veist, samfélaginu, skilju, það er það sem við viljum byggja upp. Og þetta er þitt áhugamál, þetta er það sem þér þykir vænt eflum það. Og bara, þú veist, tala við mig, þú veist, bókina, skilju, hvað er að frétta í bókinni, skilju, á ég hjálpa þér að lesa hana. Krakkar í dag get ekki sagt orð hvað þau voru að lesa, því það hafa engan áhuga, því allir eru að lesa sama og allir að lesa sama hraða
það bara ekki raunsætt. Við erum með hraðlistarpróf, skilur og eitthvað sem bara, þú veist, Niðurlægjandi fyrir mjög marga. Já, það hjálpar kapitalisma að lesa alltaf hratt í gegnum efnið og ekki vera að pæla inninu, bara, svo bara þegar þú færið eitthvað spurningu að bara computer says no. Já, lesskilningurinn engin. Quantity over quality, það svolítið þannig. Já, algjörlega. Magnið yfir gæðin. Já. Magnið og hagnaði og svo framvegis. Og þetta einmitt þú veist, að því að hægrið og íhaldið og svona margir samfélaginu bara hamra alltaf á, þú veist, einstaklingsábyrðinni, þú veist, og það þáttur þar, auðvitað, þú veist, berum við þetta viss ábyrð alltaf á okkar eigin lífi og meira segja þú veist, kannski valdeflandi að líta svo á að maður, þú veist, beri endanlega ábyrð á lífi sínu, það þannig, þú veist, en ef þú fæðist inn í Detroit, skilur 1990 í bara einhverjum, snemma á fyrsta áratug þessara aldar, þú veist, þá eru bara alla líkur á því að þú munir eiga í mjög miklu basli við það bara að koma eiga í þig og á og svo framvegis hvað það mæti í skólan og þú veist, menn sem að halda því fram einhvern veginn og þetta er meira þess að sagt í Bandaríkjunum, þú veist, það er fólk að segja þetta bara í fjölmiðlum og stjórnmálamenn að þú veist, þau beri bara ábyrgð á þessu sjálf, þú veist, og það er bara já, þú veist, Joe Biden að tala super predators í þessum innri miðborgum Bandaríkjanna í staðinn fyrir að fara að taka á félagslegu vandamálunum, skilur, það bara svona glæpavaða, sjúkdómavaða, fattarðu, og henda inn í fangelsinu og svo líka, þú veist, maður tekur þetta víðar að því þetta á við bara almennt, þú veist, á Íslandi er kannski ekki eins svona öfgakenndar aðstæður fyrir stóra hluta af fólki en ef við tökum til dæmis bara Vestur Afríku og Sahel svæðið og þar er náttúrulega mikil fátækt, fyrst og fremst út af heimsvaldastefnunni þar sem erlend og aðalega vestræni fyrirtæki að taka út hagnaðinn af auðlindunum. Svo ertu með veðurfarsbreytingarnar líka að valda eyðimerkurvæðingu og stærri svæðum og alveg bara sláandi mikið að svæði bara á hverju ári, sko. Þannig að það eru, þú veist, lítið sem engin tækifæri þarna og ef það er eitthvað til að gera þá er það, þú veist, annarkvort svona artisanal mining eins og það kallast, það sem að þú ert að ná í, þú veist, einhverja málma með höndunum eða eitthvað svona sjálfstyrtar landbúnað búskapur eða bara virkilega léleg laun, þú veist, þú ert bara sárafátækur og svo kemur, þú veist, Boko Haram kemur, hryðjuverkahópurinn og býður þér, þú veist, $50 á viku, og allar að gefa þér mótorhjól og gefa þér þetta og gefa þér hitt, þú veist, og margir endaði að fara þangað því það er allan einhver peningur og það er allan eitthvað, þú veist, dæmi þó það sé hræðilegt og þetta er kannski sambarlegt á vissan hátt að þetta er svona svipað fyrirbæri og bandaríski herinn? Nei, hjá lágstéttum í Bandaríkjunum sem leiðast, þú veist, út í glæpi það er að fara að selja eiturlyf og slíkt af því ef þið ætla að ganga, þú veist, menntavegin eða ganga meðalvegin, skilur þá, þú veist, endaði á McDonald's vinnandi stöðugt, þú veist, með kannski margir eru með 2-3 vinnur í Bandaríkjunum en eru samt svona, þú veist, working poor þau eru að vinna en eru samt fátæk, þú veist þannig að annarkvort það eða fara að selja eiturlyf og fá fullt af peningum strax og fjölmiðlarnir, þú veist, í Bandaríkjunum að menningin öll út á þetta, þú veist, flexa peningunum og svo framvegis. Þetta er bara baneitra dæmi, það er ekki verið að taka á undirstöðunum og það er ekki furða að fólk leiðist út í, þú veist, þessar aðstæður og eins í Afríku. Já, álasaðum ekki neitt, sko. Þú verður að hugsa aðstæðunar, já. Bara ekki neitt, sko. En auðvitað þeir sjá náttúrulega dópsalana á flottum bílum með keðjur, þú veist, hvaða barn vill það ekki sem á kannski engan pappa er alveg upp á ömmu sinni eitthvað, mamman í dópi, þú veist, þú sér kannski enga aðra leið út, en ástæðan fyrir því eins og bandaríski herinn targetar mjög oft svona hverfi og er bara, heyrðu, við getum bóðið menntun og þú veist, þú getur mentað hjá okkur, við borguðum laun, við sjáum þig ef að þú veist, eða honorably discharged einhvern veginn, medically discharged, svo er það náttúrulega bara kjaftaði, svo fer þetta fólk bara út á götu eða deyr í þessum stríðum sem að þau eru sendið að því þau obviously er mjög sama þau. Það er svona, þetta fólk er oft targetað, það er annarkvort, þetta er hræðilegt fólk, eða targetað í einhver svona, bara slave labor eiginlega. Ferði í herinn og ferði menntun og einhver atvinnutækifæri. Já, en svo ertu sendur til Afganistan og deyr strax. Jöp. Þú veist. Og by the way, tapar því stríði. Og auðvitað tapar því stríði. Bara, þú veist, get away for the Taliban, skilur þú? Já. Þú veist, þetta er ekki næst. Við erum náttúrulega fjármagnaðir bara þeim.
Svo þú veist, líka náttúrulega bara færðu, þú veist, endalaust af fíkniefnum til að kópa með, þú veist, allar hræðilega hlutina sem þú ert látin gera og kemur heim og bara, þú veist, ert með endalaust af tráma og þú ert síðan með, þú veist, ópíóðafíkn sem þú líka búin að taka það frá. Og lyfjafyrirtækin alveg bara löðinnit. Þannig að, þú veist, hver eru ef þú kemur frá einhvers konar svona exploited stjætt í Bandaríkjunum eða annars staðar í heiminum, þú veist, hver eru valkostirnir? Ekki margir. Þú veist, þeir eru ekki margir og flestir þeirra leiða því í bara á hræðilegan stað, sko. Og svo þegar komin á hana slæma stað þá ertu eða þú veist, einhvern veginn útskúfaður. Já, þú veist, aumingi eða super predator eða, þú veist, Aumingjavæðing. Nákvæmlega. Ég finnst það mjög fyndið orð. Aumingjavæðing. Hafið þið heyrt þarna, nú man ég ekki alveg hvað það hét, en það var félagsfræðingur sem heitir John Rawls, minnir mig, og hann var að tala um svona hugsunartilraun að þið myndu ímynda ykkur að þið veist, eru ekki fædd. Þið eru ekki fædd ennþá og þið eruð að fara að fæðast á jörðinni og þið eruð eins og svona, þú veist, einhver sál sem er að snúast í kringu jörðina og þið eruð að fara að fæðast í einu landi. Og þú fæðist bara sem ykkur í þessu eina landi, þú veist, í Níger, þú veist, það er 100 milljón manns eða fleira. Það er ekki að velja. Nígeríu? Þú færð ekki að velja, en þú færð að velja land. 300 milljónir í Nígeríu, já. Þú færð að velja land, en þú færð ekki að velja hver þú ert í þessu landi. Þú veist, þannig að þá er þetta svona lottó. Þú endar bara sem ykkur í Bandaríkjunum eða endar sem ykkur í Nígeríu eða ykkur í Svíþjóð. Hvaða land myndið þið velja? Katar eða Monaco, sennilega, þú veist, það eru hvað? Já, Monaco. Hvernig samfélag myndið þið vilja taka sénsinn á því að þið séu bara ykkur í því samfélagi? Mjög vel hugsað, mjög örugt og flott í Katar, sko. Okkur var logið, það er búið að ljúga svo mikið á okkur, Miðausturlöndin séu svo hættuleg og það er bara, þú veist, konur eru bara drepnar út á götu og þetta er bara mesta þvæla sem okkur var, og við trúðum þessu. Við gleyptum við þessu bara eins og morgunmatnum okkar, sko. Þau eru mjög rík, Sátar og Katar og svona. Já, og það eru bara alls konar siðferðislegir hluti sem eru miklu betri enn í vestræna heiminum. Þú getur skilið eftir símaðinn bara í opna Lamborghini-unum og lyklaðinn inni og engin snertir þetta. Af því það er bara dauðasynd. Það hafa samt verið, þú veist... Ég er ekki að segja þetta fyrir fullkomlega hluti, sko. Nei, ég veit alveg nokkri Sátar í Afríku, sko, að verslein ambátti, sko. Það bara, þú veist að kaupa, þú veist. Sátar eru náttúrulega bara pínu svona sæjóp af Ísrael, sko. Já, ég veit það. Þetta er náttúrulega, já, það tengist í, þú veist, að Sádi-arabíska furstadæminu var komið eiginlega til valda bara af Bretum fyrstum sinn og haldið þar út af því, sko, þeir græða stórkostlega því, en kannski ef maður myndi fæðast einmitt inn í Sádi-Arabíu, það eru ágæta líkur á því að þú lifir ágætu lífi, þú veist, þannig að þú fæðist inn í Nígeríu, þá eru sáralitlar líkur á því að þú komur út í einhverju svona ágætis lífi, svona miðað við hvað við þekkjum allavega, og eins í Bandaríkjunum að þú veist, það er alveg mikla líkur á því að þú endir í einhvers konar undirstétt eða slít, en það sem jöfnuður er meiri eins og í, þú veist, Noregi, að þú veist, þar eru miklu betri líkur á því að þú veist, fáir ágætt líf. Fáir ágættan séns, þú veist. Séns, algjörlega. Af því að þau græða á auðlindunum saman. Já, saman. Já. Saman. Við getum öll verið saman. Ekki þú, einhvers staðar út í horni, í þunglindiskasti, skilur við, heldur við getum öll verið bara, þú veist, það er alveg hægt, skilur við. Það er ekki flókið, sko. Ég heldur með, sko, þú veist, þetta er svona eitur sem er, þú veist, svolítið, einmitt, ógeðslega, það er náttúrulega augljóst dæmið þetta í Bandaríkin, skilur við. Mér finnst þetta eitur sem er einhvern veginn svona inn í sálinu og ég held líka með útskýrir af hverju fólk er svona hrætt við að, þú veist, að fylgja ekki kapítalisma lengur, er að því það er held ég svo innbyggt inn í okkur ákveðin einstaklingshyggja. Sem ég held að sé svo ótrúlega sterk, sko, í sterku leiðuvísir. Nákvæmlega, og duglega að gera þetta bara einn. Og einmitt, þú veist, og þú ert ultimately einn. Og þú veist, ég held að það sé eitthvað svona stóra verkefni að losa sig við, þú veist, að hætta að hugsa, einmitt, þú veist sniður að vera fyrstur og ná í fiskinn, þannig að þú mátt eiga hann. Þú veist, í staðan fyrir við eigum þetta öll og við ættum öll að vera að græða á honum, sko. En mér finnst þetta svo vestrænt problem. Út af í öðrum löndum þá er rosa svona fjölskyldan, jável býr öll saman, bara margar kynslóðir búa saman. It takes a village, they say. Og það er eitt með þessa einstaklingshyggju núna í dag, því að þú veist, kannski eru margir að hugsa sig, þú veist, fyrst og fremst og vilja eiga í sig og á, eignast hús og hvað hennar, sko, já. En þú veist, ef við erum að gera það sem einstaklingar, við erum ekki að fara að flýja afleiðingar þú veist,
stærra samhenginu. Afleiðingar að því hvernig samfélagið að þróast. Við komumst ekki undan og munum, þú veist, mæta afleiðingum þess. Og það ekki eitthvað sem við getum leyst eða breytt einn. Þú veist, við verðum að gera það í gegnum félagslega þáttöku í ykkur skonar stéttabaráttu fyrir hagsmunum almennings. Ég get ekki gert neitt en við getum gert helling, sko. Já, algjörlega. Teimi alltaf að fara að vinna fram yfir einhvern sem einn, sko. Allt sem við græðum á í rauninni, það sem að sósíalismi hefur komið fyrir áður fyrr, til dæmis feminismi. Þú veist, við græðum á honum í dag. Mömmur, þú veist, hafa vald, skilurðu. Val og vald og þú græður að eiga þannig mömmu. Skilurðu, að eiga þannig mannesku sem að þú veist, ekki að lifa á þér fjárhagslega, skilurðu. Ef mamman hamingjusöm, þá allir á heimilinu hamingjusöm, sko. Og verkalýðsfélög, við græðum á þeim. Þau að halda í rauninni þakinu uppi fyrir, þau gera það alltaf í byrjun og svo, verður allt miklu dýrara og þá þarf að fara að berjast á móti, því að allt sé að vera dýrt og peningur meðan ekki nóg. Þannig að þetta, það verður alltaf verkalýðsbarátta, skilji. En, við erum að græða á því í dag. Við erum að græða á því að fólk hafi réttindi á vinnumarkaði. Við erum að græða á því að svart fólk fór í byltingu, skilur við. En auðvitað var því haldið niður, skilur við, þá var það status quo. Þau bjuggu til sig eigin nágrenni, skilur við, og sitt eigin Black Wall Street. Það bara tekið niður. Það var bara brennt bókstaflega. Og rústaði bara heimilið þeirra og bara í mörg ár. Og og myrt leiðtoga, skilur við, sem við vorum bara að fara og bara, við viljum bara réttindi, skilur við, við erum að búa hérna, við viljum fá grunnstoðir. Við viljum fá að vinna fyrir okkur og, hafa réttindi. Og við græðum á í dag að fleiri af svörtu fólki hafa réttindi. Svona elskaðu hvað er í gangi í Burkina Faso. Sástu, það voru ykkur 9 menn handteknir fyrir tilraun til að drepa hann. Já, að assassinata. Ibrahim Traoré. Það eru hvernig segja, það eru í kringum 8 forsetar eða forsætisráðherrar sem hafa annarkvæmt verið myrtir eða fangelsaðir eða bara útskúfaðir, eða fleiri sem voru útskúfaðir. Þegar þeir komu til valda, voru kosnir til valda í þeirra ríkjum í Afríku og reynda að drepa á, skilju. Sem sagt 8. Já, alltaf þeir eru að gera gott. Já, og þannig að Afríku, taka alveg auðlindirnar sína tilbaka til dæmis. Já, og bara hafa stjórnaðum, skilju. Já, auðvitað. Og bara, mér langar að gera það því ég bý hérna og samfélagið mitt land. Hagnast það, skilju. Já. Svo þetta oft svo, maður bara svona, það er ótrúlegt hvað kapitalistanir og bara svona kapitalíska kerfið nær að halda hulunni yfir andlitunum á okkur og við áttum okkur ekki á ýmsu, sko, bara eins og með fiskinn á Íslandi, þetta ætti að megninu til að vera að nýta samfélaginu, ekki einhverjum örfáum fjölskyldum og eins og í Afríku, það ertu með allar þessar auðlindir og það eru einhverjir örfáir hluthafar sem eru að bara sjúga út úr því allan hagnað, og vestræn fyrirtæki græða stórkostlega og þegar að Níger, Burkina Faso og Mali, það verður bylting þar, þau kastu út gömlu valdöfunum sem voru nú bara eiginlega svona að vinna fyrir frakkana, og halda hlutum í skefjum, fannst ekki tiltökumál að, börn séu að grafa upp málminn sem þeir eru bara að farma út, til Frakklands eða hvert það er á skít og kanil, þeim þótti það bara ekkert tiltökumál. En svo er þessi bylting og Níger, þjóðnýtir gullið sitt, þjóðnýtir úraníumið, býr til ríkisfyrirtæki sem er að nýta þessar auðlindir og Níger er núna bara hraðast vaxandi hagkerfi heims. Burkina Faso er byrjuð með rafmagnsbílaframleiðslu og allt saman og bara af því að þegar þú ert að nota auðlindirnar í þágu fólksins í landinu og þá bara verður massív uppbygging af því að þetta eru svo gífurleg verðmæti sem eru á hana. Rókslega stolt á hann, í alvörunni. Þetta er frábært. Frábær maður. Vonandi náði ekki að drepa hann. Ég bara please. Ég ætlaði einmitt mér finnst þetta svo áhugavert einmitt moment í, þegar lönd einmitt að endur fjárfesta hagnaðinum í landið, sko. Að þetta endurspeglar svo mikið líka, sko, þegar verið að fara úr, sko, svona, í kapitalisman frá, þegar kóngurinn átt allt. Einræðishyggju, sko, er að, það varði einmitt til svo mikil, þarna byrjar iðnbyltingin, allt þetta og ég held að, lógiskasti punkturinn núna er einmitt að byrja að gera þetta við landið. Að endur fjárfesta hagnaðinum í landið og fyrir alla, en ekki þessa einu, sko. Og hann gerði þetta á, sko,
2 árum eða Já, einmitt. Lækkaði 30% hæst launuðu svona starfsmenn, lækkaði sín laun, bara hann gerði þetta á 2 eða 3 árum sko. Þetta var bara svona. Þegar viljinn fyrir hendi, það margt hægt að gera. Nákvæmlega, sko. Þarna erum við til dæmis að sjá að það einhverjir sem fáir aðilar sem að græða á auðlindum Íslands og sem hefði getað verið farið í að setja í stofnunar á Íslandi til þess að fyrirbyggja myglu og bara stækka leikskóla á bara góð fasi skilju á góðum farveg og núna þá vantar hátt upp í 400 leikskólapláss sem að hafa tapast út af því að það er ekki pláss. Þá kemur ekki Róbert Vestmanninn, ég skal bara byggja þessa leikskóla. Ég skal bara bjarga þessu. Og hver ætlar að starfa í þeim fyrir 300.000 kall á mánuði? Þetta er bara einkareikið. Þú ert með ákveðna fjölskyldu sem myndi þá geta borgað í það og þá myndi þau fá í rauninni betri leikskóla og þá ertu í rauninni búin að búa til aðskilnaðar ójöfnuð. Samfélagslega ójöfnuð sem að mun, kannski ekki strax, það mun ekki finna fyrir því strax, en svona hægt og rólega þá myndum við, við bara einkavæðum meira og meira, skilur, að þá minni peningur sem að fer í ríkisreknarstofnanir, skilur, og meiri peningur í, að halda, arðsemi gangandi. Við lítum oft svo á að við séum í, lýðræðis samfélögum, en kannski sérstaklega núna síðustu 3-4 áratugi í Vesturlöndum. Þá hefur það bara nánast verið þannig að alltaf þegar á að fara að gera hlutina almennilega fyrir almenning þá ertu bara með eitthvað svikara sem að ljúga, Tony Blair, nýfrjálshyggnu kratarnir á Íslandi, skilurðu. Þannig að þetta lýðræði ef að það eru alltaf bara stéttarhagsmunir allra ríkustu sem verða ofan á, meiri segja þegar að stjórnmálamenn og flokkar segjast að gera eitt, láta kjósa sig út á eitt, en gera svo annað, og þá bara hver ræður, skilur við. Er það lýðræði ef það eru ákveðnir hlutir sem má ekki snerta? Það eru ákveðnir hlutir sem bara, eins og það má bara, sjávarútvegurinn, það má ekki vera vondi við hann. Er þetta þá í alvörunni, við megum ekki tala um þetta, og bara Samherji, það er bara bannað að fjalla þetta í fréttunum og þetta. Má ekki setja spurningamerkin einstæðar. Það kemur inn gagnrýni á hugsun. Okkur er ekki kennt þessi gagnrýni á hugsun. Finnum við allt einu sjáum bara býta, hey, wow, þetta er ekki rétt. Og líka bara, eins og með vöruhúsi í Álfabakka. Já. Græna risa grafhýsið sem er bara með vöruflutningabíla 24/7 og eru bara eitthvað íbúðarhverfi. Þarna fekk ég bara eitthvað, hvað erum við að gera? Hvað erum við að gera? Hver er stefnan? Skilur við erum með bara, eldri mann íbúðir, bara 50 metrum frá bara einhverju risa ógeðslu, einhverju grænu vöruhúsi. Þetta búið svo lengi hana. Og það bara, við gerum þetta bara, ekkert mál. Og svo bara, þið kvartir bara og við fáum einhverjar, sektir eða whatever, skilur, en þetta hefur svo slæm áhrif á samfélagið. Þetta stýrir okkur sundur. Þetta er svona, í einstaklingshyggju samfélagi að þá líður alltaf einn með þín eigin vandamál. Og svo þegar þú byrjar í rauninni að sameina þér öðrum, socialisa með öðrum sem eru með svipuð vandamál, að það allt fyrir að líða betur. Eins og með Al-Anon. Skilur, það er enginn einn í Al-Anon, skilur, það er bara fullt af og Alcoholics Anonymous, það er bara fullt af fólki sem bara stórgræða á því að vera í kringum manneskjur sem hafa lent í svipu á þau og fá faðmlög og bara hei, gangi ég vel, skilur, og og ringi bara ég skil þig. Já, bara ég sé þig. Ég fatt á hvað þú ert að gangi gegnum, skilur. Í staðan fyrir að bara eitthvað einn, skilur, og þetta er þetta rísa vandamálum sem við sjáum í dag, til dæmis eins og hvað börn er að gangi í gegnum. Er að áður fyrr, þegar við vorum lítil, að þá vorum við með til dæmis PlayStation, skilur, og þú kannst boðið vin í heimsókn til að spila á sama sjónvarp og þú með PlayStation, og þú ert eitthvað, og svo bara erfið með leiðist, fyrir til fótbolta, skilur, eða ertu svangur, eða fá okkur ristabrauð, skilur, eða whatever. En núna, þá ertu einn heimahæður í tölvunni, og fer einn inn í eldhús, það er eitthvað nóg að kroppa því foreldrar eru að vinna, gett seint, skilur, það er enginn að elda matinn, skilur, þú ert kannski bara einn eftir skóla í 2 tímar, bara með lykil hálsinn, og svo fer einn,
setur, þú veist, headphone á þig og ert að spjalla við vinina, en svo kannski þið byrja að leiðast, þá tekur headphone á þér, þá ertu einn. Og það, þú veist, og þegar þú ert í nánd, líkamlegri nánd með annarri mannesku, þá eitthvað svona, þú veist, þá þú veist, ekkert einu svona, þú veist, ekkert þetta sexuálega, nei, þetta eru hormónar í alveg, þú veist, við erum að tengja, skilur, og þetta er bara risastór ástæða fyrir af hverju börnum líður illa, skilur, við erum með 1500 börn á Íslandi sem eru bara ekki að mæta í skólan, við erum bara með massífa skólaform, skilur, það er bara ógeðslega slæmt, bara fyrir allt samfélagið, og þá þarf velferðarkerfið að koma inn, og það er að búa til ný úrræði, hver að borga úrræðin, skattgreiðendur, en þú veist, en af hverju ekki, þú veist... Hvert allir þessu skattur að fara? Já, þú veist, það er búið að einkavæða alveg, þú veist, það er Klettabær sem er einkavætt fyrirtæki. Já. Þannig að, þú veist, það var búið að fjársvelta þessa, þú veist, þetta innan við ríkisins, skilju, börn með hegðunarvanda og með heima á sér, skilju. Það er ekki nóg mikill pening fyrir það. En svo það er búið að einkavæða og peningurinn er að koma frá skattgreiðendum í gegnum ríkið, í gegnum sveitarfélögin og inn í Klettabæ. Og þá er allt í einu komið geggjaður peningur fyrir það. Ég er ekki að fatta hvernig, þú veist, samhengið í rauninni virkar, skilur. Þannig að núna er bara, þú veist, Klettabær risastofnun, skilur, að fullt af fólki að vinna það, fullt af börnum sem er bara ógeðslega erfitt og geta ekki búið heima á sér, skilur. Og þú veist, vilju fleiri svona úrræði, eða vilju reyna að komast á móts við bara samfélagið, laga efnahagslegan ójöfnuð, byggja upp grunnstoðir, að þurfi ekki að vera með svona mikið af börnum með hegðunarvandamál. Þetta er sama með öryrkja. Ef að greipið inn í miklu fyrr, þá þarf þetta fólk ekki að fara á örorku svona ungt. Já. Kapitalismi er í raun bara óhæfur til þess að grípa inn í slík mál. Það verður að vera, þú veist, verkalýðshreyfingar, verkamannaflokkar, einhverjar alþýðuhreyfingar, samtakamáttur almennings sem að lætur þetta gerast. En þetta er svo áhugavert með þetta því að það er, þú veist, talað svona alienation, fólk er að lokast af og það er mjög bara, við ykkur áhyggjur að hugsa til þess að mikið af börnum séu að verða svona einangruð og eru að alast upp í svona andfélagslegum, þú veist, skilyrðum er ekki mikið endilega í samskiptum við krakka eins og við vorum vön og svona. Og svo því fylgja bara vandamálum, þú veist, hegðunarvandamál og vanlíðan og kvíði og þunglindi jável. Og fólk fer að leita kannski í einhverjar lausnir, en þú veist, ef þú leitar á markaðinn þá byrjar það er mjög auðvelt að finna einhverjar bullshit lausnir á netinu. Andrew Tate skilur kemur og segir hvernig hlutinir eru og þú skalt nú gera þetta og gera hitt og svo eru kannski einhverjum svona new age andlegir gæjar að segja bara, þú veist, sjá það fyrir þér, fattur þú, sjá það fyrir þér hagnaðinn, skilur þú, taka eins og rættum á hann. Já, hvað svona libertarian meditation, þú sér fyrir þér, þú ert búin að einoka markaði með frábæru vörunniðinni, sko. Ef þú hugsar og sett ríkur, þá ertu orðinn ríkur. Nákvæmlega, manifestation. Já. Og þetta er bara dead end, þú veist, fyrir yfirgnæfandi meirihluta fólks. Þar sem, þú veist, vegur og skiptir máli er að komast í, þú veist, félagsleg samskipti við fólk sem þið þykir vænt eða lærir að þykja vænt og það besta er sem kannski ég held að sálfræðingar myndu nú ekki almennt mæla með er að, þú veist, það besta er að fara í einhvers konar hagsmunabaráttu, sérstaklega að þú stendur höllum fæti og þú kemst inn í félagsleg net og umhverfi þar sem að þú ert með fólki þar sem þið eru sameiginlega að beita ykkur fyrir hinu eða þessu eða ykkur til að þú veist, þið getur verið bara að tína rusl út á fjöru, skilur, en það myndi gera þér ótrúlega gott. Að gefa það tilgang líka. Þú veist, allir þurfa tilgang. Að því að og að tilheyra. Að tilheyra og tilgangur, sko. Þú veist, að því að svona þessi svona pínu hægri sinna sjálfshjálpa leið er svo mikið, þú veist, þú ert einn með sjálfur, þú ert lone wolf, alfa, sko. En þú veist, sem er bara algjörlega, eins og þú sagði, dead end, þú veist, það leiðir ekki annu. Það er ekki að fara að, sko, þú veist, það er ekki lykillinn að hamingjunni er að vera mest successful, gymgæinn, eða þú veist, eitthvað svoleiðis, sko. Eða eiga gæt mikinn peninginn aleinn og búin að í raun útiloka alla og hitt ekki viniðina. Þú veist, ég mitt held, sko, af hverju svona sósíalískur félagsskapur í raun er svo góð leið að einhvers konar svona andlegri jafnvægi og andlegri þróun er að vera með jafnvel ekki sósíalísku, bara eitthvað svona þeir að hittast og vinna að einhverju. Þú veist, hvort sem það er bara þið félagarnir að, þú veist, eins og ég gerði þegar ég var krakki, skilur, búa til bíómyndir og síman, skilur, iPadinn og eitthvað. Fara út í frisbeegolf. Fara út í frisbeegolf, nákvæmlega, fara út í frisbeegolf eða,
þú veist, gera eitthvað með vinuðinu sem þú veist, með eitthvað svona point, sko. Ég held að það einhvern veginn, það svona vantar, sko. Og vöntun hjá mörgum. Og þetta kannski eitthvað sem að koma frá vöntun, einmitt að þú veist, ég ætla að vera stórastur og sterkastur og ríkastur og flottastur og og þetta eitthvað sem líklega, held ég, að koma frá, þú veist, stað þar sem einhver vöntun, þú veist, þar sem einhverjum þörfum hefur ekki verið uppfyllt kannski að því þú ert svo einangraður og lokaður af og svona. Börn þessara einstaklinga líður mjög illa. Virkilega. Börn sem að eiga foreldra sem vilja vera svona líður ekki vel. Við erum alveg að sjá það að, þú veist, að það ekki bara háð stjætt þegar það kemur á vanlíðan börnum eða vanlíðan fullorðsfólks. Geta allir upplifað, skilurðu vanlíðan og alls konar svona, skilurðu, og þú veist, og efnahagskerfið partur af því. Þetta fylgni sem að fylgir þér að því að þetta í rauninni, þú veist, það hefur verið að hagnast á, þú veist, bara í svona veikleika fólk, skilurðu. Þú veist, eins og bara markaðssetning og allt svona, skilurðu. Það verið að fara innan við veikleikana þína, það er að búa til í rauninni græðgi, það er að búa til þannig að, þú veist, kerfið þar sem að þú þarft ekki að, þú veist, það er að vera að búa til að þú ert ekki með neinn barriers til þess að fá vöruna þeirra, skilurðu. Þannig að, þú veist, núna bara, þú getur klikkað á eitt, þetta er alltaf læg, skilurðu, það er alltaf læg að, þú veist, að þú þurfir ekki að fara ógeðslega langt, þú veist, til þess að kaupa málningu á palliðin, skilurðu. En ef það verður að gera no barriers að Dominos pizzu, skilurðu, að bara gera þess auðvelt fyrir fólk til að fá Dominos pizzu, þú veist, eða skyndibita, eða fyrir til búð, þegar þú fer inn í bónus, þá bara eins og kemur bara inn í Nammiland, skilurðu, það er bara fullt af kökum og snakki og gosi, skilurðu. Þau er bara stúdera það að fólk sem fer í bónus svangt þegar það fer í bónus. Já. Þú veist, það svangt, skilurðu. Krónan, meir fjölskyldi fólk, skilurðu, það er hannað aðeins öðruvísi, en samt hannað það að þegar þú fer með börnin inn í krónuna, sem að mjög mikið af fólki gerir, að það lappar í gegnum heilsu, þannig að þú ert með bara grammeti og allt ógeðslega næs, og svo kannski lappar fram með einhverju kökum og barnið búin að vera bara eitthvað, má ég fá þessu köku eða eitthvað, skilurðu, og svo kannski búin að segja nei við barnið nokkrum sinnum, en búin að lappa í gegnum allt þetta holla, kjöt og fisk og baunur og svona, og svo endraði að fara, þú veist, hringinn og við kassan allt nammið. Allt nammið, já. Og það er bara svona, búin að vera svo góðar í búðinni, ég skal kaupa þetta eða eitthvað, skilurðu, og þannig við erum komin bara við erum með nammikynslu, skilurðu, við erum bara, þú veist, búin að vera það núna síðustu 20 ár, skilurðu, áður fyrr, þú veist, það voru bara vídeólegur með nammi, skilurðu, og við fórum bara á laugardögum með 50 krónur, skilurðu, og fengum 50%, lögum vídeóspólur og horfum á bíómynd borðuð nammi, skilurðu. Á virkundum það var ekki svona, þú veist, þetta nammi átt, og við erum að sjá það á heilsufari barna, skilurðu, að það ekki gott, skilurðu, við erum að spila mjög hættulegan leik. Þetta er bara ekki gott, sko. Og eins og með uppsetningu búðarinnar að þá er það kannski bara pælt út frá, þú veist, hagsmunum þeirra sem eiga búðina að selja og vilja selja sem allra mest, þú veist, og eins með samfélagsmiðlana, þar eru, þú veist, þeir að auglýsa samfélagsmiðlanir sjálfir og þeir eru kannski að selja líka gögnin þín, þú veist, sem þú bara myndir að þau eru að nota þetta, og það er óhugnarleg tilhugsun einmitt að efnahagskerfið þróist þannig, allavega fyrir okkur í svona millistéttir Vesturlanda og þannig, að við erum, þú veist, þurfum bara eiginlega ekki að fara út úr húsi að við pöntum bara allt sem við þurfum í gegnum síman, þú veist. Sem að næringafræðingar og sálfræðingar og læknar segja okkur ekki að kaupa, skilur, haltu þið frá þessu, skilur, ef þú vilt vera hollur eða eitthvað, þá mátt ekki borða þetta og ekki þetta og ekki þetta, skilur. Og svo erum við með þessi hlutafélög sem eru, þú veist, að sjá þessi markaðsfyrirtæki og þau fá skattaafslætti til þess að þú veist, byggja frekar upp sín, þú veist, fyrirtæki, skilur. Þú veist, eða þau kaupa ríkisskuldir, skilur. Og þú veist, þetta er rosalega í rauninni ósanngjarnt kerfi og við erum eiginlega að fella okkur sjálf á þessu kerfi, við erum eiginlega að búa til okkar eigin predators, skilur. Já, einmitt. 100%. Og það er þannig þegar kapitalismin er með bara svona á óreiðukenndan hátt að búa til hagnað fyrir örfáa, að það eru bara hræðilegar afleiðingar fyrir flesta, þú veist, mismunandi slæmt. En þú þarft einhvers konar félagshyggju eða samtakamátt almennings til þess að beita sig gegn þessum enga- og sérhagsmunum sem getur gert það að verkum að þessi gripið inn í. Við getum ekki látið markaðinn um allt og meðan að kapitalisma hvernig hann er að þróast núna í dag og sérstaklega með tilliti til veðurfarsbreytingana að hann er algjörlega ófær það að leysa vandamálin sem við stöndum frammi fyrir og við munum þurfa nýjar hreyfingar af
alþýðu fólki, samtakamátt, öflugri stéttabaráttu, en eins og við ræddum aðeins áður en við byrjuðum að froskurinn sem í heitum pott sem að hitna, hann tekur ekki eftir þegar vatnið er byrjað að sjóða. Vatnið hitnar það hægt og síðan allt í einu er það byrjað að sjóða og froskurinn kemst ekki út, en hitt magna er að lausnirnar eru til staðar, en það þarf bara einhvern veginn að koma þessum pólitíska vilja á framfæri sem, þú veist, almenningur vill almennt. Þau eru kannski ekki meðvitað sósíalistar, en þau vilja, þú veist, góð lífsviðurværi, þau vilja sterka innviði, þau vilja heilbrigt umhverfi, þau vilja að börnunum þeirra líði vel og svo framvegis. Hafa sömu gildi og við. En leiðum að segja sósíalismi þá bara, kannski að fólk þurfi bara betur að skilja eðli kapitalismans og af hverju það þarf að vera eitthvað félagslegt mótvægi við kapitalismanum og kannski koma í heimsókn og hitta okkur og prófa að taka þátt í ykkur. Davíð Aron, Anita Silva, Halldór Ólafsson og Sigurrós Eggertsdóttir, takk kærlega fyrir komuna, takk fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Og þið góðir hálsar, takk fyrir að staldra við okkur hérna með okkur á Rauðaborðinu. Þetta er Rauður raunveruleiki og ég Karl Hliðin. Stöndum saman, stöndum fyrir félagshyggjunni, það eru brjálaðir tímar og ekki allar að hægja á því. Hver veit nema að það komi risavaxið hrun á næstu mánuðum eða árum. Þá skulum við vera tilbúin að vera með eitthvað andsvar við fasismannum sem óendanlega kemur, óhjákvæmilega kemur upp harðar og harðar. Takk fyrir í dag.